Já, fyrir þessi 40 sigur á móti Kristiansundin í dag, var þetta allt sem þú óskaðir? Kannski ekki alveg allt það sem ég hefði óskað mér, sem að fengum á okkur 2 mörk í fyrri hálfleik sem að er algjör óþarfi, en að skora 4 í fyrri hálfleik og vera miklu betri og virkilega aggressífir og það var frábært, virkilega ánægður með það og við þurftum helst að leiða leikinn með 2 mörkum eða meira eftir fyrri hálfleikin. Það var svona óskastaðan í kjölfarið af því að við spiluðum á mjög intensan leik á 50-dagskvöld og við gerum það og svo gátum við nýtt seinni hálfleikin í að æfa ákveðna hluti sem við ekki náðum að æfa fyrr á tímabilinu, nokkra bara litlar fæslur sem að gefa andstæðingunum boltan á ákveðnum svæðum sem við hefum ekki gert áður og fá kannski aðeins fleiri skyndisóknir og opnari færi og það var gaman að æfa það. 3-0 eftir einhverja 20 mínútur, þetta var bara eins og PSG í gær. Já, akkurat. Það var svolítið stannig stemning og bara geggjuð upplifun og mikill léttir fyrir mig að sjá, ok, við erum virkilega on it, því ég vissi ekki hvernig við myndum höndla eftir 15, en ég er ekki alveg búinn að kynnast liðinu í gegnum alla fasa af mótlæti og meðbyr og svo framvegis og þetta var svona smá slag í andlitið á 50-daginn og virkilega flott hvað maður kallar viðbrögð frá leikmönnum, ánægður með það. Þeir minnka munn í 3-2, hvernig leiði þá? Ég sá hendir derúin í jörðina og svona svolítið pirraður. Já, ég var mjög pirraður af því að það kemur eftir innkast þar sem að einn efnilegasti hafsend Norðurlanda í mínu liði er bara sofandi og þetta er bara að vera hafsend. Þú verður að halda einbeitingu í öllum leiknum, í öllum mómentum og við erum aðeins að vinna í því og hann og þetta truflaði mig. Þú setti annar mark strax í andlitið á þeim, var það svona, varstu eitthvað stressaður þetta myndi ekki telja? Nei, ég var ekki stressaður yfir, ég var pirraður af því að sá sem skoraði búinn að fara í gegnum svolítið löng meiðsli og er mikill markaskorari og þurfti að fá augnablikið að skora og fá fagna í staðinn fyrir að stoppa og fagna eftir það, þannig að það var stundum alveg vel pirrandi sko. Sóknardúi hjá þér, þetta er svolítið öflugt dúo? Mjög öflugir og við erum með 2 aðra sem eru núna á meiðslalistanum sem eru líka hrikalega öflugir. Þeir sem spila í dag, Borfinni og Áni, eru báðir senterar og miklu markaskorar og erfiðir við að eiga, þannig að gaman að hafa það í sínu liði. Virkilega gaman að fá að upplifa stemninguna hérna í dag. Ertu orðin vanur þessu? Já, ég er orðin vanur þessu og gaman að þú fannst að upplifa það, en þetta var svona frekar ástemt í dag. Ég veit ekki hvort það hafi verið mikið partí á fólkinu í gær eða hvað það var, þannig að þú kemur bara aftur og þeir eru meiri flugeldar og meiri læti. Þeir sungu samt allan tíman, þessu svona últra stuðningsmenn. Þeir gera það og saman hvernig gengur og þá eru þeir alltaf til staðar og syngja og styðja liðið og virkilega flottir stuðningsmenn. Þeir eru komin með borðan upp í stúku hérna Freyrdey, I'm in love, ertu búin að sjá hann að borða, ertu ánægður með? Já, ég sá borðan í Haugasund, það var lítill völlur og svona, þannig að ég fór til þeirra og kastaði húinu minni til þeirra og já, mjög gaman, það er alltaf gaman að fólk líkar vel mann og gerir eitthvað svona. Eftir svona leiki, ertu eitthvað að passa að fagna ekki of mikið með stuðningsmönnum eða bara slæturðu vaða? Aðeins bara að missa þetta eftir augnablikinu, í dag þurfti ég ekkert að gera það, við erum að heima á velli og það gerist bara sjálfur sér. Þessi Haugasund, þá sleppti ég mér aðeins meira og þá voru miklu nær og kölluðu á mig og svona, þá gef ég alveg að mér, en ég er ekkert að leiða fagnaðarlætin sko. Svo mikilvægt að taka með sigur í dag, fara með það inn í fríð? Mjög mikilvægt að taka það. Nú erum við í öðru sæti fyrir pásu og eigum leikinn á Víking og bara fínt, við erum búin að fá fín stig og erum á fínni leið, en við getum orðið miklu betri. Var það ekkert fram úr ykkur núna? Alls ekki. Ég er hræddara við að ég verði ókrítiskur ef eitthvað er sko. Bara í lokin frammeðstæða Eggerts í dag, hvernig fannst þér hún? Og hann var rosalega öflugur fyrstu 30-40 mínúturnar og svo er þessi meiðsl sem hann er með undir ilinni sem ég er að trufla hann, hann kemur inn í hálfleikinn, kólnar fyrir aftur að stað. Við sá það alveg, hann var ekki alveg jafn sjarp þegar seinni hálfleikurinn byrjaði, en hann er bara búinn að vera virkilega öflugur fyrir okkur. Stóðsendingin hans í dag er náttúrulega alveg geggjuð. Bara mjög góð framstæði hjá honum og ég elska það líka að hann er ekkert að væla, hann bara lætur sig hafa að hann sé með meiðsli og kvalinn, en hann fer í gegnum það
en nú þarf hann að fara varlega næsta dag. Nú bara fara til Belgíu og svo koma sér fyrir hérna almennilega. Já, fara til Belgíu og knúsa konuna og börnin og pakka niður hlutum og njóta góða veðursins í Belgíu og svo erum við búin að koma okkur vel fyrir eftir það. Takk fyrir þessu, gangi vel. Takk fyrir.